sinni var 21. þáttur Vesturheimur. Árið 1620 lá Mayflower við bryggju í Suður-Englandi. Púritönum gekk illa að laga sig að Niðurlöndum þótt móttökur þar væru góðar. Þeir voru sérlundaðir og ákváðu að sigla til Virginíu, nýrrar byggðar í Vesturheimi, þangað sem Lundúnafélagið hafði sent landnema undir forystu Johns Robinsons. Guð mun hjálpa okkur, alltaf. Má þín á miskunn sé með okkur. Getur ekki gert eitthvað annað en að byrja? Víkið! Komdu þér úr sporunum. Já, stjóri. Víkið! Hraðar, heybrókin þín. Hraðar! Þarftu alltaf að klúðra öllu. Uli, áfram! Bænir eru ágætir en þeir væri nærar. Eru það nú? Þurftu þið endilega að þvælast fyrir og hraðum allt út í mitt. Ég sleppi mér. Ég sleppi mér. Góður Guð. Amen, góður Guð. Þetta fólk kemst ekki allt fyrir. Svona, áfram. Við missum af skipinu. Við vorum á undan. Ég fer fyrstur borð. Ha, ekki á undan mér. Nú fíkur í mig. Allir í röð, ekki pláss fyrir alla. Hvað það? Nei, auðvitað fer ég í röðina, já, bara. Halló, þið á Speedwell. Getið þið tekið 2 menn og farangur? Ég borga vel. Gangi borð. Hei! Farangurinn minn! Það vont í sjóinn. Snúið til Hafnar. Hvað er það að gera? Snúum til Hafnar. Við borgum fargjald til Ameríku. Taktu róðrarbátinn. Og róa til Ameríku? Nei, að Mayflower. Nú já. Komdu hérna. Nei, býttu nú aðeins hægur. Þú gleymir aðalatriðinu. Farangrinum. Látt hann gossa. Allt í lagi. Tilbúinn. Býttu augnablik. Það er ekki búið. Nei, ekki meira. Ekki meira, Illugi. Hvað? Ferð á undan mér. Rævill. Býta eftir mér. '91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Það vantar einhverja, þeir eiga að vera 102. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 og já, 101 og 102. Stendur heima. Nei, þetta merki miskunn þín að verða okkur til sálu hjálpar. Amen. Allir voru komnir borð og Mayflower sigldi á vit örlaga sinna. Pílagrímarnir á Mayflower ætluðu að nema undarlegt land. 40.000 árum fyrir tímatal vort höfðu forfeður indjána numiðar land frá Síberíu eftir langa ferð milli meginlanda. Sumir komust alla leið til Patagóníu, aðrir settust að á vatnasvæðunum í norðri. Þar voru 1 milljón íbúa þegar hvítir menn komu fyrst. Góðan dag, fagra mær. Má ég ganga með þér? 1 milljón manna á svæði sem var 17 sinnum stærra en Frakkland og þarna voru 60 milljónir vísunda. Akkur ekki ég?
Vísundar sáu fyrir öllum þörfum indjána. Þeir lifðu á kjötinu, klæddust skinnunum, notuðu sinar í bogastrengi og bein í örvaróta. Úga, Sestu veldin. skammt hérðan sá ég á hafinu bát sem stærri en okkar, fullan af hvítum mönnum. Hvítum mönnum. Þeir voru hvítir á hörund. Það er óhugsandi. Óhugsandi. Mögulega. Þeir vondir? Eru þeir svona sterkir? Eða þeir kannski litlir? Ætlaði kannski að veiða vísunda? Varla. Þeir voru ekki veiðimannslega vaxnir. Þeir eru, já, svona. Ó. Já, hérna. Við skulum fara að líta á þessa hvítu menn. Fatan er þung. Þessi fugl útsendari Satans. Nei, þvert á móti sendi Guð okkur hann svo að sanntrúaðir megi njóta hans. Halló, þið þarna? Hverjir eru þið? Og hvað þýðir þetta? Já, það vildi ég vita. Þetta þýðir að þessi krakkar eru villimenn, rauðir djöflar. Halló. Halló. Ég bið dýraskinn. Samþykkt. Bitanum 2. Bjóttunum greiðu fyrir. Svona. Ég er ekki kona. Þakkargjörðardagur var fyrst haldinn í nóvember 1621. 90 indjánar tóku þátt í gleðinni. Vinur. Fyrstu kynnin voru vinsamleg en síðan gekk illa að sætta svo gerólík menningarsamfélög og viðhorf. Hvítir menn hugðu á landvinninga en indjánar sóttust eftir einföldu lífi. Byggð hvítra manna breiddi brátt úr sér. Satt að segja höfðu landkönnuðir komið að ströndum Vesturheims og undan Mayflower. Það var leiðangur Íslendingsins Leifs heppna á 10. öld. Þegar Kólumbus kom til Ameríku 1492 var dálítill misskilningur. Hann kom í land á Salvatore-eyju á Bahama-eyjum. Marco Polo hafði áhrif á Kólumbus sem hugði sig vera kominn til Indlands og kallaði því frumbyggjana Indíána. Nokkrum árum síðar urðu menn þreyttir á að deila hvað heimsálfan skyldi kölluð og var fundur hennar þakkaður Amerigo Vespucci, landkönnuði sem lenti nokkrum þúsundum kílómetra sunnar. Því var hún nefnd Ameríka, svona verður mannkynssagan til, og landafræðin líka. Fyrsta ríkið var Virginia, en þangað kom Sir Walter Raleigh árið 1585. Fyrstu innflytjendurnir komu þangað svo 1607 á 3 skipum. Mayflower átti að halda þangað en villtist og lenti á Cape Cod. Nú förum við suður, heyrðu þið það? Nei, til hvers, hér er gott land, hér förum við í land. Skipstjóri í síðasta sinn upp með akkerið. Já, en það er að segja. Þetta nægir, ætlið að hlýða. Þetta ætti að duga. Þetta
Sameinuð í heilugum anda, amen. Innflytjendurnir komu sér fyrir í Virginíu, en þar fyrir norðan stofnaði Frakkinn Samuel de Champlain Quebec-borg og stýrði framkvæmdum. Hann gerði samning við Huron-indjána og kannaði landið. Því miður voru Frakkar fæddir á frjósamri jörð og þá fýsti lítt að flytjast til þessa hrjóstruga lands. 50 árum síðar voru Frakkar aðeins 2000 talsins í Kanada, þar af 800 í Quebec. Hreisti þeirra dugði ekki til að bæta inn mannfæðina. Í Ameríku voru stofnaðir bæirnir Plymouth og Providence. Árið 1626 keypti hollenskur sæfari Pétur Minuit Manhattan-eyju af indjánum fyrir 24 dali. Þar var nú Nýja Amsterdam. Þessi veggur var síðar Wall Street. Árið 1664 kom ensk herdeild undir stjórn hertogans af Jórvík til borgarinnar. Þá réði það ríkjum einfætt kempa, Pétur Stuyvesant. Síðustu skotin. Foringi, skotin eru búin. Skotin gengu til furðar og Stuyvesant gafst upp. Nýja Amsterdam varð að New York. Árið 1663 voru Karolínuríki stofnuð, lönd baðmullar og óðalsbænda. Þetta eru reyfarakaup. Árið 1665 var New Jersey stofnuð. Hér fer enginn að fyrirmælum mínum. Allir vilja ráða sig sjálfur, en nú verður breyting þar á. Ó! Æ, hjálp, ég sé ekkert, hjálp! Hva? Árið 1681 fékk Karl Annar, hinum unga William Penn, mikið landflæmi upp í skuld. Þetta var Pennsylvania. Georgíuríki var stofnað árið 1732 og átti að taka við fátæku fólki frá Englandi. Ekkert þrælahald og ekkert áfengi. Þær reglur áttu að gilda að minnstakosti upphaflega. Nýlendurnar byggðust óskipulega. Það réði tilviljun, skapgerð manna, loftslag og ástand mála. Enn var langt í land að þessi sundurleiti hópur yrði að einni þjóð. 13 nýlendur byggðust á strandlengjunni og náðu 1-300 kílómetra inn í land. Ekki var hægt að byggja lengra nema að semja við indjána. Jú, í fyrstu gekk allt vel. Jæja. Fyrirtak, viljið þið selja okkur lönd ykkar? Við borgum vel. Jæja. Viljið þið kaupa land okkar? Andartak. Já, Selja land okkar. Að hverju? Það var hreint skrítin hugmynd. Við getum eins selt vatnið í ánum, skýin á himnum, eldinn. Af hverju? Þetta eiga allir. Takið það sem þið þurfið. Já. Brennivín til að staðfesta samning okkar, höfðingi. Já. Land þitt þarna. Þetta góð staðsetning. Ég held ég hafi gert góð kaup. Indíánastúlka, þú þarna. Til hvers eru veggirnir? Svo við verðum ekki rænd. Laðast að náta. Komdu nú. Við skulum skemmt okkur aðeins.
hægan vinur, við vorum bara að spauga smá. Já, spauga. Vertu róleg, ljúfan. Indíánastúlkan má ekki segja til okkar. Hvílíkt blóðbað. Af hverju ætlir hafi gert þetta? Svona. Þetta er gott svæði. Og rólegt. Nú voru viðskiptin farin að spillast á þessum slóðum. Þessi jörð er einskis virði. Hypjum okkur. Drepum indjánana, hefnum okkar. Árið 1760 voru Evrópubúar hálfönnur milljón talsins og fór fjölgandi. Í New York, Philadelphia og Boston bjuggu þegar 200.000 manns. Með eldri miðstétt komu nýjir draumar í ljós. Bretar voru sárt leiknir eftir 7 ára stríðið og ákvaða að skattleggja nýlendurnar. Þar af leiðir að íbúar nýlendna greiða tekjuskatt og tolla. Enga skatt án fulltrúa! Enga skatt án fulltrúa. Bretar héldu að sér höndum en reyndu aftur. Ég legg til að lagður verið tollur á te. Hvað þá? Hvað þá? Samþykkt var að leggja toll á ýmsar vörur, svo sem te. Farminn í sjóinn. Árið 1763 hentu 200 frelsissinnar í Indíánagerði tollalögðum tefarmi í sjóinn. Árið síðar var fyrsta þing nýlendubúa haldið í Fíladelfíu. Þar var gerð samþykkt helgan rétt manna til frelsis og eigna sem ekkert yfirvald gæti tekið að þeim nauðugum. Húrra! Húrra! Bravo! Húrra! 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 Þann 2. febrúar 1775 lýsti Lundúnaþing yfir uppreisnar ástandi í Massachusetts. Samþykkt var viðskiptabann á nýlendurnar. Eftir teveisluna í Boston hafði Georg III sagt: teningunum er kastað. Nýlendurnar verða að lúta okkur eða sigra ella. Það var einmitt ætlun þeirra. Englendingar skutu á okkur. Við gerum skyldu okkar. Gates hershöfðingi stýrði bresku herjunum í Boston og honum var ekki ljóst að frelsisstríðið var hafið. Áfram! 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 Hvað ætluðu uppreisnarmenn sér? Þeir vissu það varla sjálfir, en frelsishugsjónin steig þeim til höfuðs. Bretar gerðu ótal mistök í samskiptum sínum við nýlendurnar. Sjálfstæði þeirra var brátt það eina sem kom til greina. Ég held með Bretum og þorið að standa við það. Við getum aldrei að verið. Já. Svíkari sem hefur svíkist undan. Vinir og fjölskyldur klofnuðu í afstöðu sinni. Þriðji hver maður var þjóðerni sinni, þriðji hver var bretavinur, hinir voru hlutlausir. Fyrirgefið því, ég þarf að fara. Bless. 15. júní 1775 tók Georg Washington við stjórn amerískra herja. Uppreisnarmenn skorti allt til alls og Franklin taldi líklegt að grípa yrði til boga og örva. 2 dögum síðar var gerð árás á Bunker Hill. Árás! Þann 11. júní 1776 var nefnd falið að semja mannréttinda yfirlýsinguna.
Höfundar hennar voru Franklin, Sherman, Jefferson, Livingstone og John Adams. Í yfirlýsingunni segir að allir menn séu fæddir jafnir og með jafnan óvéfengjanlega rétt til lífs, frelsis og hamingjuleitar. Þá segir ennfremur að hlutverk stjórna sé að tryggja þessi réttindi enda þiggi þær vald sitt af þeim sem til þeirra heyra. Uppreisnarmenn lutu oft í lægra haldi í orrustum. Breskur hershöfðingi neitaði að semja fyrir mannréttindayfirlýsingin yrði aftur tekin. 17. október 1777 biðu Bretar ósigur við Saratoga. Þá sáu Frakkar sér leik á borði og hugðust hefna harma sinna í 7 ára stríðinu. Þeir gerðust bandamenn Franklins og skárust í leikinn. Herlið Lafayette og Rosenbø, svo og franski flotinn skiptu nú sköpum. Í októbermánuði 1781 biðu Bretar ósigur við Yorktown. Hinn breski hershöfðingi O'Hara gekk til Lafayette og Rosenbø til að gefast upp. En frakkarnir vísuðu honum til amerísks foringja sem ekki lét mikið yfir sér. Það var George Washington. Sjálfstæði Bandaríkjanna var viðurkennt 1783 og tók þeim nú að fjölga. Louisiana var keypt af Frökkum 1803, 1819 Florida, 1820 Maine, 1845 Texas, 1846 Oregon, 1848 Kalifornía, Nevada, Utah og Arizona. Innflytjendur streymdu þangað milljónum saman frá Írlandi, Þýskalandi og Englandi. Fólksfjöldi jókst úr 3 milljónum í 25 milljónir. Það var erfitt að setja stað á strandlengjunni svo að menn leituðu vestur. Hvað ertu að gera í mínum vagni? Fyrirgefðu. Áfram! Indjánar voru hraktir af lendum sínum en ekki alltaf möglunarlaust. Janúardag 1, 1848 fann James Wilson nokkuð merkilegt fyrir tilviljun. Þetta er gull! Lítið á! Það er gull! Ég fann gull! Fréttin kvísaðist út og gullæðið greip sig. Áfram! Gullæðis! Flýtum okkur! Flýtum okkur! Já, býð eftir mér! Áfram með smjörið! Víkið! Getur ekki farið varlega? Menn keppast við að leita að gulli. Förum aðeins lengra. Nú, þetta er stór molli. Þetta er mitt svæði, ég á hann. Þú segir ekki. Húrra! Ég sá hann fyrst. Ég sá hann fyrst. Félagarnir ákváðu að halda suður. Suðurríkin ein voru nærri jafnstór Evrópu. Þar voru 6 milljónir hvítra manna og 3/4 milljón svartara. Þrælar höfðu öldum saman verið fluttur nauðugir frá Afríku. Það var farið með þá eins og gripi.
Þrælaverslun hélt velli þrátt fyrir bannlögin frá 1808. Í Virginíu og Maryland voru blökkumenn kynbættir eins og búpenningur, en úr norðri heyrðust æ háværari raddir gegn þrælahaldi. Fyrir bragðið leituðust Suðurríkin við að verða fullvalda. Brátt var hið viðkvæma jafnvægi milli norðurs og suðurs hætt komið. Nýji forsetinn Abraham Lincoln hvatti ákaft til þjóðareiningar en þann 12. apríl gerðu Suðurríkjamenn árás á Sumtervirki. Þannig hófst þrælastríðið. Þá fékk mikilmennið Abraham Lincoln notið sín.